aftur. Þá ætlar hún Edda Sólveig, markaðsráðgjafi hjá Kapal, eða Kapli, að koma næst, segja okkar aðeins storytelling. Hversu vel? Já. Herja, það ekki mæk, ég tala bara náskýrt. Já. Ok, það spurning. Já, ekki ná, það svona smá sem ég segi ykkur. Vissuð þið að það eru sem sagt fleiri á lífi í dag en hafa dáið frá upphafi mannkyns? Já. Ever. There are more people alive today than have ever died. Shocking, svolítið. Ha. En þarna var ég að segja ykkur smá sögu. Og það einmitt inntak fyrirlestarins. Og í stað fyrir að fara með einhverju rullu sjálf á mig og sagði bara, svona nær maður athyglinni, þetta ein leiðin, kasta fram svona staðreind og heilabúið ykkur þurftu aðeins að fara í gang. Þið þurftu öll aðeins að hugsa þetta, það ekki? Það var svona bara, hvað að segja, í alvörinni. Það eru jafnmargir, það eru fleiri á lífi í dag en hafa dáið bara ever. Þetta svolítið brútal fakt. En ég var beðin halda fyrirlestur storytelling og marketing og það alltaf svolítið leiðilegt þegar maður í þessu markaðsgeira að þurfa að vera með svona ensku slettur, þannig að ég ætla að reyna svona svo hægt að fara að segja storytelling en byrjum á því að útskýra út af hverju. Þetta tilvitnun frá Seth Godin og hann eiginlega svona bara gúrú markaðsfræðinga. Hann hálfgert guð og ofsalega klár og það bara rosalega gaman og gott að hlusta á hann, hann með góða rödd og þannig bara ef þið fyrir ykkur sem eru einmitt byrja að nota podcast eða storytell eða að hlusta, þá alveg fullt gott efni frá honum og það nefnilega nákvæmlega þetta, að markaðsfræðin hún snýst svolítið að segja sögur og þá spyrum við okkur bara, hvað storytelling? Og mér fannst ég ekki geta þýtt storytelling, ég meina að ég var bara beðin getur verið með eitthvað erindi storytelling marketing og storytelling náttúrulega sagnaritun eða að segja sögur, þannig að það svona kapp sem íslenskan okkar næri ekki alveg akkurat þessu inntaki. En í grunninn, hvað þetta? Þetta kannski ekkert nýtt, en kannski eitthvað sem við þurfum að vera svolítið að fókusa á í nútíma markaðssetningu. Þetta snýst sem sagt alls ekkert eitthvað endalausar útlistanir á hvernig varan hvað spekkar eru, hvað hún þung og hvað hún stór og hvað hún gerir og hvað tæknin hún gætt og þess áttar að útskýra það, hvort sem það okkar vara eða þjónusta. Þetta snýst og ekki og það þýðir ekkert að segja bara einu sinni einhverja sögu til þess að áætla að maður sé bara ok, þá ég bara covered. Það snýst andaðum svo miklu meira. Við þurfum að svolítið að taka þetta til okkar og vinna þetta inn í allt okkar markastarf og þetta snýst þá þá heildarmynd sem við viljum segja og að viðskiptavinir okkar og markavinir okkar upplifi þegar þeir komast í snertingu við okkar vörumerki. Og allar þessar litlu sögur, þær eru bara eitt púsl í stóra púslunni, í stóru heildarmyndinni í að búa til þessa skynjun. Að sjálfsögðu storytelling náttúrulega fakta eða svona staðreyndir vörun okkar að þjónustu, en við þurfum bara aðeins að fara að svissa það yfir, ekki hvernig við sjáum vöruna, heldur hvernig viðskiptavinurinn sér vöruna. Og þetta faktist kannski eitthvað nýtt, markaðsfræðin snýst þetta. Það einhver þörfana úti og við erum með eitthvað virði og við mætum þessari þörf með virðin okkar. Við erum ekkert að taka eitthvað vöru og tróðinni onni í eitthvað sem vill hann ekki. Það pingu okkar að spotta út. Þannig þannig fólk sem að leita einhverju, það eitthvað þörf og ég ætla að mæta þessu. Þannig að þetta eins og ég segi, grunninn þetta ekki nýtt, en bara nútíma aðferðir bjóða upp á svo ótrúlega skemmtilegar leiðir fyrir alla að segja skemmtilega sögur. Og og þá nákvæmlega hvernig. Og til þess að aðeins að skerpa á þessu, að þá það sem sagt að góð saga, hún í rauninni fjallar af hverju.
og ég ætla að útskýra aðeins í smá myndina. Hérna sjáum við sem sagt the golden circle, enn eitt golden circle. Þetta sem sagt frá líka öðrum meistara sem heitir Simon Sinek og hann til dæmis búinn að vera með rosalega mikið af fyrirlestunum minn á TED og þeir myndu líka alveg þegar ég var pottet ekkert að sé þannig náttúrulega líka bara búið að tala félagsleg málefni og uppeldismálefni, hann ofsalega gaman að hlusta á hann líka. Hann segir fullt af góðum sögum, þannig að þetta kemur frá honum og ég fór aðeins að stúdera þetta og hann setur þetta sem sagt upp svona að það í rauninni þessi fólk kaupir ekki það sem þú gerir heldur af hverju þú gerir það. Það í rauninni svona þungaviktin hans. Og hvað einhver gerir, eða what, sem þá ystihringurinn, tengist pingu þessari rökhugsun, eða þessari svona analytical hlutanum í heilahverfinu okkar. Á meðan how, eða hvernig, og why, af hverju, nú ég byrja að tengja saman og svo hérna frá allir að tala íslensku megin, tengist og snertir okkur tilfinningalega. Þannig þarna munurinn. Þannig að what pingu það sem við höfum svolítið tileingu til að gera, við útskýrum þetta bara, varan svona, þjónustan svona, hún gerir þetta, hún svona og setja þetta niður og það eigum við svolítið auðvitað með að taka og kannski bera saman við eitthvað annað en þegar kemur að en kjarnin í alvörunni, hvað langar mér í? Það það sem snertir mig tilfinningalega. Ég sem viðskiptavin, hvað í alvörunni ýtir við mér? Þannig að við eigum að vera svolítið að fókusa á þetta af hverju. Og sjáu hérna, nú sett ég dæmi, frábært, verðmætasta vörumerki í heimi, Apple. Efri tilvitnunin, we make great computers. Þetta bara svona, nei, þeir hafa aldrei sagt þetta. Þeir myndi ekki skrifa þetta, þeir segi þetta ekki. Því þeir eru algjörir meistarar, eru náttúrulega löngu búin að fatta þetta. Þetta snýst svo miklu meira heldur en að segja bara við gerum betri tölvur heldur en hinir. Nei, við þurfum að segja þér út af hverju tölvurnar okkar og símarnir okkar og iPadarnir okkar og allt betra. Þannig að við megum bara krassa yfir þessu efstu, þetta eitthvað sem þeir hefur ekki sagt. And seinni hlutin to bringing the best user experience to its customers through its innovative hardware, software and services. Þetta þeirra mission statement. Og fólk kaupir sem sagt af hverju þú býrst í vöruna. Og að samanskapið tók ég bara annað dæmi að með Amazon, við náttúrulega flestöll eignum að versla Amazon, þetta snýst í rauninni útugrunnótu Amazon. Það snýst ekki vöruna sem við erum að fara að kaupa, hún sem var Amazon, það snýst samskiptin. Þarna fólk sem mælir með vörunni, við erum að skoða, það búið að reviewa hana, það búið að gefa henni einkunn, við erum að fullu og snerta og við erum að tala til okkar, höfða þessi vara til okkar. Þannig að það í grunninn það sem þetta snýst það samskiptin. Ok, þá förum við bara aðeins að þessu, bara hvernig og hvaða, þá vorum við að spyrja bara hvaða sögu á ég að segja, hvernig á ég að vita hvaða sögu ég að segja og ég ætla bara aðeins að fara í það í nokkrum skrifum, hvernig hægt að þrengjast í þangað. Og ég hef mikið í mínu fyrirtæki, í minni ráðgjöf, unni með þetta sem ég kalla vörumerkja ísækin. Ég ætla bara rétt að flippa mínu yfir, hann hér. Þetta finnst mér ofsalega gott tól stundum því ég þarf að, með mína viðskiptavinni, þarf að taka á svolítið, við þurfum að taka eitt skrif tilbaka og við þurfum svolítið að byrja frá kjarnanum og átta okkur á því fyrir hvað við stöndum. Að við þurfum í rauninni alltaf að byrja bara frá rótinni, bara hver sagan, hver uppruni, hvað var dræfið til þess að ég fór að gera það sem ég að gera, að stofna þetta fyrirtæki eða taka þetta og þróa þetta áfram. Hver tilgangurinn? Út af hverju ég að þessu? Og síðan þurfum við að fara að móta bara þennan persónuleika. Það skiptir líka máli. Og svo það bara hvert ætlum við okkur að fara, hvert sýnin, hvað horfum við langt, hvað gerist eftir 5 ár, hvað gerist eftir 10 ár, hvert ætla ég? Ætla ég bara að hafa þetta huggulegt og notalegt, ég ætla ekki endilega að stekka það í með einhver stærri áform. Og síðan þurfum við svolítið að rýna inn á eiginleikan okkar, við þurfum náttúrulega að gera það, það heimavinnan okkar. Hver eiginleika minna vöru og hvernig hún ólík samkeppnisvöru? Hver kjarnahæfnin? Hver kjarnin minn? Og að því að,
þarna verðum við að krakka þetta og þetta bara getur verið ofsalega erfitt stundum að fara í gegnum þetta ef við erum í alvörunni að bera okkur saman við samkeppnisaðilana því samkeppnisaðilinn náttúrulega bara ofta alveg bara fullt af samkeppni og við þurfum aðeins að reyna að kafa dýpra við hvað ætla ég að segja mínum viðskiptavinum þannig að ég snerti þá frekar heldur en samkeppnisaðilinn og síðan snýst þetta náttúrulega það bara þegar við erum kannski búin að ná einhverju ná til hans að þá þurfum við náttúrulega samfærin að grípa til ykkur aðgerða. Þannig að þetta var bara svona til þess að sýna ykkur og þetta er bara frábært tól til þess að gera það. En þá aftur, bara hvað þarf að vera í sögunni? Hvað þarf til þess að gera sögu? Svona einfalda litla sögu. Það þarf persónu, það þarf einhvers konar átök eða ágreining eða eitthvað rugling. Þetta er sem það heitir á ensku conflict. Og síðan þurfum við einhvers konar uppgjör. Við þurfum að lenda þessu okkur hátt. Það þarf að vera eitthvað lokamáli, eitthvað endir. Eða sem heitir á ensku resolution. Það er spurning með þetta. Og þetta útskýrir þetta alltaf aðeins betur. Fyrir mig lesu líka. Þetta er þrennt. Það er persónu, átök og uppgjör. Ok, persóna. Það getur verið mjög gott að vinna með til dæmis með vörumerki í bara þess að kafa dýpra. Okay, bara hver er persónan? Ef að ég er rosalega sterkur frontur í mínu fyrirtæki, þá náttúrulega fer þetta svolítið að snúast mína persónu. Ef að ég vil engan veginn vera að því ég ætla að selja fyrirtækið mitt eftir 5 ár, ég ætla bara að græða, svo ætla ég að selja, þá vil ég náttúrulega bara alveg stíga út úr því. Það getur náttúrulega bara ýmsar myndir á því hvað hentar hverjum. Og þetta þurfum við bara svolítið átt okkur á. Hver er markhópurinn? Við þurfum átt okkur líka bara hver er markhópurinn. Ef við erum fyrst og fremst bara að selja til fullorðna kvenna, þá verðum við náttúrulega bara að hafa þann karakter í vörumerkinu sem höfðar til fullorðna kvenna. Og þetta þarf bara að taka allt vel og grundigt. Og við getum, það bara getur mjög gott að bara skrifa persónulýsingu, bara hver er vörumerkið. Og búa bara til persónu eins og bara þú væri að búa til persónu fyrir leikrit eða bíómynd. Síðan ákveður líka bara hvernig ætlum við að tala. Og þá kemur þetta, er þetta í fyrstu persónu. Ef að ég er að kenna, til dæmis að ég er með kennsluprógram og ég er að tala til nemandans og með því að gera þetta, þá gerir þá nær þú þessum árangri og ef þú lest, þá er ég fann að tala miklu beint til þín og ég er með svolítið svona áskorun á þig. Eða eru við, sem sagt, þú getur fengið að prófa, nei þetta var ekki fyrsta persónu fyrir ekki, ég bara að tala við aðra persónu, þá er hún alltaf svolítið að tala við þig, en í fyrstu persónu er það meira, þá er það ég sem er kannski, þetta hendur oft fyrir bloggpost eða ef ég er kokkur, ég er að gefa upp uppskriftir, þá er ég svolítið að tala út frá minni reynslu. Annars er það önnur persóna og síðan er þessi þriðja persóna, þá erum við orðin svolítið svona aðeins stærri og kannski ósnertanlegri. Þá erum við kannski bara viljum við stækka myndin okkar, hver við erum. Og ég er alveg búin að vinna með fyrirtækjum sem hafa alveg verið í öllum, það er bara misjafnt hver ráðgjöfin er. Við höfum líka verið með pínulítið fyrirtæki sem við höfum geggjaða nýsköpunarlausn hérna heima á Íslandi, en það verið bullandi minnimáttakennd og við þurftum að stækka ímyndina, við þurftum að hjálpa þeim að gerast stærri, verða meira international fyrirtæki. Og partur af því var til dæmis bara inn á heimasíðu að setja upp að bara innan fyrirtækisins það var bara einn starfsmaður sem átti að sjá Asíu og Afríku fyrirspurnir og svo var það Ameríku og Evrópu fyrirspurnir og bara með því að búa til þennan sálfræðilega múr þá varð pingu fyrirtækið og þá var sitthvort e-mailið þá strax stækkaði ímyndin á fyrirtækinu. Það var pingu bara eins og það var bara með skrifstofu í Singapúr og skrifstofu í New York, skilur. En þetta satt bara sami maðurinn basically var að svara póstunum, eða þeir voru tveir, svo pingponguðu þessu bara milli. En þarna breyttum við að því að vera, og þarna gerðum við, svolítið tókum við þetta að teymið okkar þarna er búið að gera, skilur, það stækkuðu við myndina. Þannig að það er bara rosa misjafnt hvernig við viljum tala. Og það sem það er náttúrulega bara pingu að gera, og það sem er svo gott að gera þessa vinnu, er pingu að ákveða bara svona og vera sáttu við hana, og síðan verður allt í samræmi við það. Alls staðar það sem við tölum, þá höldum við okkur við þennan stíl og ætlum við að vera, erum við ógeðslega skemmtileg, erum við mikinn húmor, þurfum við að vera dramatísk, þurfum við að vera alvarleg, snýst þetta traust,
eða snýst þetta að ég megi vera leiðbeinandi og ég ætla að vera að kenna ykkur. Þannig að þetta bara persónan sem við búum til og hún bara alveg mótuð og það getur verið bara rosalega gott að skrifa hana niður á blað og hafa hana bara þannig að allir sjáu. Þannig að allir þeir sem eru að svara fyrirspurnum, það detta bara allir í hennan gír. Þeir eru þessi persóna bara þú mætir í vinnuna. Þá ég þessi manneskja. Og þá allir bara pingu eins. Þetta styrkir ímyndina. Ja, ok, áfram með þetta. Átökin, það hérna það sem þessi ruglingur eða kaos og það eitthvað sem skapast þegar oftast þegar við erum að gera eitthvað í fyrsta skipti. Þá oft maður að vita hvað gerist. Með því að átta sig á því hvaða ferlir viðskiptavinurinn gangi í gegnum með að vera í sambandi við okkur og þá heitir þetta sem heitir Customer Journey Mapping. Það getur verið bara rosalega gott að mappa það niður og bara átta sig á því, hann heyrir eitthvað starf á okkur, hvernig gengur hann vel að finna upplýsingar okkur á netinu. Hvað gerir hann svo? Hann kemur inn á Facebook-síðuna, heimasíðuna og hún svo döll, erum við búin að hjálpa hann að komast inn á Facebook-síðuna eða Instagram-síðuna, við skilur. Förum bara í þessi skref. Þegar hann hefur samband, hver svarar, hún svarar strax, hvernig virkar þetta? Fara bara í alla þessi snertifleti og alveg bara frá því honum við svara, honum við sinnt, eftirfylgnin og bara taka þetta, mappið allt niður og bara þá áttum við sig á því bara, ok, við erum bara með rosalega lost opportunities í að sinna kunnanum betur, það eru bara 40% líkur að þessi kunni vilji koma aftur í viðskipti hjá okkur, við erum ekkert að sinna því, við erum ekkert að grípa hann, taka netfangið hans, símann hans, fá að hringja, fá að hafa samband eða fylgja þessu eftir, ekkert. Þannig þurfum við að standa ykkur betur og þannig þetta. Og þetta gerum við bara með samtali og við tölum við viðskiptavinum okkar og skoðum þetta, fylgjumst með, tölum við hann, spyrjum hann og skoðum til dæmis veftrafík, það er ýmsar leiðir til þess að skilja þetta. Ef söguna vantar þessi átök, þá svona líklega að við séum bara með þetta svona típiska sem heitir tagline eða bara sem eru þessi svona skilaboð. Oft eru við eitthvað logo og við segjum eitthvað, en það er svolítið svona innihaldslaust. Þannig að þarna náum við að snerta, líklega við náum að snerta tilfinningar og tengja við hann og þar alveg ná einhverjum árangri. Þannig að ruglingur átök sem við ættum að fjalla getur því snúist vandamál notandans eða viðskiptavinarins, getur snúist þörfum hans, það sem hann vill eða óskar, og vandamál sem skapast í mismunandi stigum í kaupferlinu. Þetta bara einlega að finna bara svona mjög skýr dæmi átök. Auðvitað hægt að henda inn ef við erum orðin stærri og eigum budget og fyrir geta gert eitthvað aðskilur, þá þurfum við bara að búin til. Sumir taka það bara búa til átök, búa til eitthvað skemmtilegt. Miklu meira út fyrir þennan ramma. Allar sögur eiga að hafa endi og í þessu tilviki snýst það kannski bara svolítið höfum það bara skýrt hvað við ætlum svo til að viðkomandi geri. Þetta er þetta svona call to action, það lefum mér að sleppa með call to action, af því það getur verið svo misjafnt. Það er bara við viljum hann fara á vesli, við viljum hann panti, við viljum hann koma inn og follow okkur eða fylgja okkur inn á okkur samfélagsmiðlum, við viljum bara hann óska eftir meira upplýsingum, megum við hringi í hann, skilur, það getur verið svo ýmislegt. Og þannig að þetta er bara á hlaupavæði, smá svona, hvað þarf til að skrifa sögu. Og hérna til mér sett ofsalega skemmtileg lítil vísa. Ég óskaði eftir íslenskri vísu sem gæti gengið í stað þessar, en ég náði ekki að finna hann. Ég meira þess að spurði vinkonum mínu sem eru að nema íslensku fræði henta á hana, kanntu ykkur vísu sem er sirka bara þetta, en þetta er í rauninni kristallast svo þarna. I'm a little teapot, þetta er náttúrulega bara take it, short and stout, little lofheitur. Here's my handle and here's my spout. Ok, þetta er persónan. Við erum að tala þetta, þennan litla take it sem lítur svona. When I get all steamed up, hear me shout, gerist eitthvað, konflikt. Tip me over and pour me out. Og veltum bara yfir og hellir úr. Búin að leysa uppgjörið, loka, lausnin. Þannig að þetta er bara svo krúttileg vísa það nákvæmlega, það er bara saga, það koma konfliktar, átök og síðan kemur einhver uppgjör eða eitthvað svona. Og þá er þetta bara allt í lagi. Það er bara skýrt. Hoppa bara þetta. Ég er náttúrulega örugglega búin með korter eða 20 mínútur en ég má alveg vera bara lengi, þannig ég tek bara gott dæmi hérna. Ok, þá ætlum ég bara að færa okkur yfir. Þetta var á hundavaði ofsalega stutt
útskýring á því hvað storytelling í marketing. Þannig ég ákvað bara, ok, ég ætla allavega að taka eitthvað dæmi. Eitthvað sem getur sagt mér hvað fyrirtækið Anyone? We believe in a world where people belong anywhere. Ok, þetta mission statement. Færum hingað. Sjáðu þetta. Airbnb. Ok, það segir ykkur söguna á Airbnb. Frábær saga, bara fyrirtæki sem nota hefur búin á síðustulegin nota storytelling alveg bara á svo skemmtilegan hátt. Þeir voru sem sagt 2008, árið 2008, 3 fátækir háskólanemar og þeim vantaði pening, væntanlega til að djamma aðeins meira og þeir áttu vindseng. Og þeir byrjuðu að afla sér tekna með því að leyfa einhverjum öðrum fátækum háskólanemum að sofa á vindsenginni í herberginu þeirra eða stofunni þeirra, whatever, ég veit það ekki. Og 10 árum síðar þetta sem sagt fyrirtæki metið á $30 billion eitthvað blöð. Þetta bara 10 ára gamalt fyrirtæki. Sem munir líka bara hvað þetta búið að gerast rætt. Þannig að hér frábær saga eitthvað sem að byrjaði skemmtilega. En sem sagt eftir 5 ár eða sem sagt 2013, í rauninni hefur ekki finnið eftir 5 ár að sem sagt fyrirtæki náðu bara strax og stækkaði að þeir fóru í sína fyrstu stefnumótun. Þeir voru sem sagt í rauninni sem skilgreindu service that provides homes for travelers rather than just accommodation. Þannig að þeir voru strax komnir aðeins með bara þetta einhver þjónusta sem hentar fyrir fólki sem að ferðast. Okay? Þeir voru búin að læra það eftir þessi 5 ár að notendurnir voru sem sagt svolítið virkir samfélagsmiðlunum. Þeir voru háværir, voru alveg til í að tjá sig, þannig að þeir tóku viðtöl við 500 manns sína viðskiptavinni, það var auðvelt fyrir það, og það sem kom sammerkt út úr, svolítið svona samnefnarinn út úr öllum þessum viðtölum var þetta belonging, eða að tilheyra. Og þetta tóku þeir áfram og út úr því kom það sem þeir kalla BELO, eða BELO, það skrifa B-E-L-O. Og þarna sjáum við það sem sagt þetta, people, places, love og æð. Og þetta bara svona fyrir líka það sem hafa gána hönnun og logogerð, því ég svolítið mikið í því líka oft, vissi ekki, að þetta er svo gaman að sjá þetta. Þannig mér finnst þetta rosalega vel lukkað logo, ef þetta í alvörunni, það sem tekið, það sem kjarninn, það sem í alvörunni, það sem viðskiptavinirnir mátu, þeir spyrir bara, hvað viljið þið að við séum? Við skilum svo að við viljum að þið séu þetta. Ok, frábært, við ætlum að taka það og við ætlum að búa til svona rýbrönduðu þeir sig, algjörlega út frá þörfum og óskum viðskiptavinarins, ekki bara eitthvað sem þeir vildu. Það bara að koma eitthvað allt annað út úr því. Og síðan þá, þannig að people, places, love and Airbnb. Okay? Og síðan þeir gerðu þetta, þeir tóku reyndinir líka svona pingu á væntanlega afstöðu og það að vera bara meira aktífir, þeir tóku þessu jafnréttismál og misréttismál svolítið á sína arma og bara sem dæmi að þá tóku þeir sterka afstöðu þegar Trump lokaði á alla traffíkina á Arabalöndin í janúar 2017 og í náttúruhamförum þá hafa þeir óskað að beðið fólk sem býr á svæðum sem eiga húsnæði sem að bjóða fólki að gista frítt, þannig að þeir eru pingu svona að taka afstöðu út frá því hvað svona þetta að snerta, vera góðir. Okay. Þannig að sjáum við þetta logo, Airbnb. Þeirra ráðleggingar sem sagt í storytelling þá númer 1, haltu fólkinu bara nálægt þér, talaðu við viðskiptavinina. Það var ekkert sem hjálpaði þeim meira að skilja en bara eftir samtalið þá. Númer 2, það aldrei of seint að finna sögu. Þið sjáu hvað gerist á þeim. Þeir byrjuðu 2008, voru bara komnir á góðan stað
við segjum bara, hei, nú skulum við bara pröfa, tökum eitt skrif tilbaka og bara móldum þetta og þróum þetta og pökkum þessu betur saman. Og það fundu sinn tilgang, eða ég get ekki betur síðan, mér finnst þetta vera að virka vel. Og líka kemur ljós að því þriðji lærdómurinn sko að content is key. Þetta svona content is king. Það efnisvinnsla og það það sem skiptir máli í öllu markaðsstarfi í dag. Þeir hafa passað sig að halda upp á gæðin, vera rosalega selektív á bara fallegt myndefni, sterkar, góðar myndir, vídeó, þeir nota samfélagsmiðla óspart, mikið YouTube og gera sitt eigið blogg með vandað ferðablogg. Og svo náttúrulega bara þegar þú ert komið með svona stórt community eða stóran viðskiptahóp, þá þetta fer náttúrulega lífið að verða svo létt að því þá býr fólki til efni fyrir þig. Það bara draumastaður að komast á í marketing. Þú bara hallar þér aftur í stólnum og segir bara, ég ætla að reposta þessu, ég ætla að senda þetta fram. Þú bara getur valið úr, bara fólki bara sendi þér efni í tonnavísi, það eru fallegu, góðu, gæða efni vörumerkið þitt. Það bara geggjað að vera komið þangað. Eitthvað að lokum. Þeir eru bara rétt hérna auka. Þeir gefa út svona coffee table bækur með myndir á stöðunum sínum og eru með opna ráðstefnur sem þeir bjóða núna upp á og svo var náttúrulega nýjungin sem þeir kynntu 2016 og það þessi ferðaþjónusta sem hefur bara bæst við og það náttúrulega bara kemur bara bam sem næstu bara aftur að doblast örugglega á gistinguna en nú í dag getum við bara fengið okkur guide eða cooking class eða how to make a panini blö, það allt í boði núna lengur allt inn á Airbnb ef maður vill ferðast einhver landa þá hægt að vera að kaupa þar þjónustu af fólki þannig að hér þetta dæmi fyrirtæki sem hefur heldur betur notað storytelling í sínu markaðsstarfi hendin öðru dæmi önnur spurning. Spurning 2. Einhver fylgjast með hvaða fyrirtæki þetta? Þið þekkið það alveg. Kom að heyra. Nike. Sjáu hvað þetta flott. Þetta Nike. Hvað þau búin að gera? Líka algjöru snillingar í vörumerkja og markaðsmálum. Annað líka eitt verðmætasta vörumerki í heimi. Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Hvað hafa þeir verið að gera bara síðastliðin ár? Svo bara það kemur náttúrulega alltaf tíma. Nike var náttúrulega bara, pingu minningunni, það var miklu meira bara, fyrir afreksfólki í íþróttum. Þeir eru algjörlega búin að taka bara og teygja sig. Við erum ekkert bara núna merki fyrir afreksfólki í íþróttum. Það heldur okkur á tánum. Við búum til bestu vöruna með þeim, en við erum bara með okkur öllum. Þeir eru búin að fara svo markvisst í mismunandi markhópa. Þeir eru náttúrulega bara væntanlega með hagnaðar sjónarmið, þurfa bara að stækka sína veltu og eru bara að stækka sína markaðshlutdeild og halda áfram sínu vexti með því að ná til fleiri hópa. Og herferðirnir hafa gengið bara svolítið út af það bara alls konar fólk, við erum að tala bara, fatlað fólk og fólk í ekki góðu formi og alls konar sem þarf að yfirstíga rosalega miklu hindranir. Þetta bara búin að allar svo auglýsingar, allt sem við séum, þetta spila svo, þetta bara svona algjör tilfinninga rússíkani, stundum að horfa okkur auglýsingafræðina. Það alveg að fara með tilfinningarnar okkar og henda okkur til og frá. Bara þá ein herferð. Þetta sem sagt equality, jafnréttis herferðin þeirra. Equality has no boundaries, the ball should bounce the same for everybody. Þeir hafa bara verið framúrskarandi í þessu og þessi herferð, hún gengur, hún að fara bara markvisst svolítið bara inn í, ef ég má segja, bara ghetto, bara í hverfi, þar sem fólk hefur minna milli handana, menntunarstigið jafnvel lágt
og þeir sem sagt, markmið þessa herfari bara að það sé bara nominitaður einhver svona youth leader, einhver sterkur karakter í þessu samfélagi, hann og kannski eitthvað til góðra verka og það sem sagt þetta nominita, það þetta tilnefna eitthvað og þau bakka þennan viðkomandi upp og með því náttúrulega bara verður til eitthvað trendi eða eitthvað svona fólk sem fylgir þessum sterka karakter. Þeir eru náttúrulega bara að fá fullt af sterkum, flottum karakterum sem eru leiðandi og aðrir líta upp til, klæðast sínum fatnaði og þannig smitast það út frá sér. Þannig ef þið viljið kíkja á þetta og bara skoða þetta Nike herferðirnar og það sem þeir eru búin að gera út frá þessu sjónarmiði, þá alveg klárt að þeir eru að vinna með þetta. Varan skiptir engu máli, kynningarnar þeirra. Það er aldrei verið að bera saman skó og skó. Veist, ég veit ekkert um það. Bara mér langar bara í Nike. Veist, það er bara best cool á öllu. Ég veit ekkert hvort það var, veist, og þið vitið alveg, skilur þið, veist, ég meina, ég á Asics skó, ég hleypi Asics skóm. Þeir eru faktist betri, ég henda mínu fæti betur heldur en Nike því ég hlaupi í götuhlaupum. En ég meina, mér finnst Nike miklu meira cool sko. Veist, og ég er bara fyrir neyð í Asics skóna mína. Samt faraði betur með fótum minn, skilji. Þetta er bara, þetta snýst. Þetta, ég veit ekkert hvað, ég hef aldrei séð neitt frá Asics. Þeir eru bara eitthvað að sýna eitthvað skó og tala hvað hann er góður eitthvað svona, það er bara, það næri ekki tíminn. Annað dæmi. Allir hafi orðið var við þessa herferð. Síðustu herferð á allra vörum. Það er skýra sögu. Mjög skýra sögu. Það var persónukynnt. Þessi ungi, fallegi íþróttadrengur. Vaknaði á hverju morgni, mömmu sína, eggið. Dag fyrir dag þangað til allt í einu. Konflikt. Hann gerir ein mistök og hann vaknar ekki. Og hver er resolutionið? Skýrt call to action. Sjáðu þið, dum, dum, dum. Styrtanúmer. Borga, borga. Eina sem að ég sá, ég fór að kíkta þess á þetta, ég segi svo bara, er eina eða eitthvað svona hefði þyrft að samfara mig, ekki það, ég veist styrki þetta alveg og hérna, alveg fór með mig, veist, tilfinningaskalan minn. Ég á 3 drengi sem eru, unga drengi sem eru að fara að nöyt, þannig að þetta snerti mig algjörlega. Ef það er eitthvað sem ég mátt setja, þá fannst mér að pingu vanta bara, ok, vá, hvað er að safna mikið, að þetta er pingu eitt líf, þetta er styrktarsjóður hjá, veist, hjónum eða sem mistu son sinn. Maður veit bara ekki svona eina sem ég hugsa bara, já, allir verður að ráðstafa peningunum mínum vel. Þannig að það er eina kritík sem ég set á verkefnið og ég þekki alveg þær stelpur sem eru með þetta. Ég bara ætla að hringi í Elisabethu vinkonu mínu og segja bara, vanta aðeins svona að segja bara í hvað ætlaði að setja peningana. Bara svona, þetta er bara svona mitt persónulega, ég segi bara að það var eitthvað sem ég sá. En annars snerti þetta mig mjög mikið og hérna, þetta er svona flott, framúrskarandi storytelling. Hafið þið séð þetta? Það ætla ég að fá hendin inn af því að hérna, ég var bara með linkin hérna. Frábært útspil hjá Veitum sem er, já þeir bara veist. Viki! Já, horfum á þetta, þetta er svo mikið snillt. Skoðum við þetta. Ég er bara að reyna frá ykkur. Nú, já, ég setti upp á pásu. Á þetta að fara frá byrjun eða? Já, gerðu það bara. Horfðu ekki allir á lýðiglað, eða verður þið eitthvað verður við lýðiglað þarna? Já, ok, þú veist, horfðu á þetta þá, þetta er bara... Þú getur bara, eittir á spacebar. Já, þetta bara stað. Viki! Viki! Já! Þú kom að stöðum. Hvað getur Viki? Nei, ég var á stöðum alveg sett. Það er að útskýra fyrir honum, þú veist, ég var bara að skuttast inn. Ég var bara að sjá. Koma Viki, þið kollegið þinn, þú veist. Pétur! Anna, ég er ekki að vinna þessi stöðumála, sko. Nú? Ég byrjaði að lesa mælum og Veitum. Veitu, hvað er það? Veitur og
Sáu þetta allt sem ég var að tala um? Ég er ekki með, ekki með þessa. Já, þú ert með þetta. Sett bara í Mílanese í kvöld. Mílanese. Þið voruð ekki með mér? Er ekki búin að ná eitthvað að tala um þessa storytelling? Það erum við með þau bara að fá að láni, veitur. Það var engin vitund á hvað veitur. Veitur er þeir sem að flytja til okkar vatnið, þetta vatnið, kalda vatnið, Grálagshlíð og á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er engin hvað allir ruglaðir. Og hvað gerum við? Hvernig eigum við að fara að reyna að fá fólk til þess að fatta hvað það á að gera? Og þá að fríða þetta, þarna voru persónur sem voru þegar orðnar þekktar og var alveg komið fyrir að fólk bara var að elska þessi þætti, fannst það náttúrulega bara annars og alveg frábær. Og svo þegar hann kemur og segir, langklöppuna hvað þetta fyrirtæki er, svo það er bara að hafa þetta fyndið, það er bara þannig að það kemur þessi konflikt, það er annað saga, það kemur vandamál, stöðumálavörður, ruglingurinn og hún hélt að það var stöðumálavörður og svo segir hann í endan, hei gaur, hvað, já lestu bara mælinn og þá er þetta, skilur við, það skilur bara kom í endan og pakka saman söguna, lokinni, bom. Þannig að þetta var enn eitt dæmi. Hvað er að vera hérna? Ég sé þetta ekki á skjánum, það var bara og ég sé náttúrulega endalaust eitthvað skemmtileg dæmi. Ég ætla að tala um WeWork líka, að nú er ég búin að tökka svona risastórt Airbnb, við erum að tala um hvað er búin að tala um? Íslenskt fyrirtæki, 2 herferðir, 1 herferð. Hérna er annað dæmi sem að ég var bara við á samfélagsmiðlum. Instagram heitir WeWork. Líka frekar nýtt, ungt fyrirtæki, en þeir sem sagt útvega skrifstofurými eða bara borð út allan heim. Þannig að þetta hentar kannski rosalega vel fyrir fólk sem að tempa. Þú veist, ef ég ætla bara að flytja til New York með vantar vinnuaðstöðu í mánuð þar, þá eiga þeir pottið einhvers staðar borð eða rými eða hvað sem ég þarf, þannig að þetta er bara svolítið svona fljótandi markaðar og á skrifstofurými til þess að leigja skrifstofa, borð eða stórt eða eitthvað og þeir eru bara búin að ná með því að enn og aftur, bara með að segja sögur, með að segja frá líf í staðan fyrir að sýna mynd af skrifborðinu og lampanum og tölvuskjónum sem til bíður eftir mér hana. Það er það sem þeir, þeir segja frá community, frá fólkinu sem hana og það er sem til þess rosalega við, að það er eitthvað sem fólk elskar að sjá myndir af, þá er það börn og dýr. Þannig að þeir frýrættu við það og eru sem sagt með alltaf dog of the day, eða sem sagt alltaf taka með hundana með í vinnuna. Og það er búið að ganga svo langt að það er alltaf gefið út sem sagt kalender. Það er alveg bara keppni með flottustu hundamyndinar og það er gefið út kalender, þannig að hundarnir eru í kalendurinn hjá þeim. Og þannig að þeir eru ofsalega skemmtilegir, bara að þið viljið fylgjast með eitthvað sem er að gera áhugavert á samfélagsmiðlum, þá sérstaklega Instagram. Svo var ég hérna með enn eitt dæmi, þetta er svo óskilt. En hérna er bara 2 dæmi þetta sem ég er að tala um, þetta sem heitir what eða why, af hverju, hvað þetta er, hérna segja munin á 2 fyrirtækjum sem er að selja tjöld. Bara sem dæmi, að því Kodiak er þegar maður skoðar hverju er bestir í heimi að gera tjöld og Kodiak bara alveg rosalega ofalega þar þannig að hitið eitthvað, þetta er bara eitthvað miklu nýrra en þeir eru með eitthvað með 500.000 followers eða eitthvað, ég man ekki og hinn er með 5.000 já, 2.000 og 200.000 já, það er alveg 10-földun og það er bara nákvæmlega sem að gerast hér þetta er bara eitthvað mynda tjaldi og tjaldhæli það er bara, hvað er að gera? Það er bara að selja eitthvað draum það tengir til okkar miklu tilfinningalegra séð. Það næri athyglinni minni miklu meira. Síðan fer ég kannski eitthvað að spá í eitthvað spekka eitthvað bara, en ég er að fara að fara eitthvað tjátt. Ég er bara í svona stemningu. Miklu frekar en, ég veist eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er bara svona dæmi sem ég fann sem það svona miklu kontrastar í. En ok, tíminn er búinn. Ég vantilega, og eitthvað svona smá samantekt.
Við viljum sem sagt spyrja okkur af hverju, miklu frekar heldur hvernig og hvað. Við þurfum, ef við segjum sögu, þá viljum við persónu, átök og uppgjör. Við verðum náttúrulega átt okkur á markhófnum, við verðum að tala, átt okkur aftur og áfram hvað sem þeir vilja. Látum þá segja okkur hvað það sem þeir eru að leita að og svo matröðum við kynningarefnið eftir því. Og það er til fullt af skemmtilegum aðilum til þess að taka þetta og melta og ég tók hann að dæmi WeWork, Nike, Airbnb. Icelandair líka, hún gerir þetta snilldarhátt. Spila með tilfinningarnar okkar alveg, það er ekkert verið að sýna okkur lengur eitthvað sæti í flugvélinu eitthvað. Það er bara spila tilfinningar. Það er búið að skila þeim mestum árangri, segja þeir. Þannig að takk fyrir mig. Já, hann bara loka þessu, loka. Það var ekki glemt að bjóða spurningar. Já. Þessi, bara er eitthvað spurning, sjálfsög. Þess að við höfum náðan tíma. Spurningar. Eitthvað spurningar úr stríminu. Það byrði eftir að hann komi hérna upp. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk fyrir. Herði, það hefur komið smá kaffi þetta. Næst ætlar hann að koma hann Einar Ben en endilega farið og náðu ykkur í. Það eru ávextir og kleinur. Ég ætla að sjá hvort ég... Þarna er komin. Heyrðu í mér, Einar? Nei, ég var bara flöggast einhverjum fyrirlestur og hún eftir lag. Já. Hvað segir ekki með ganga þér? Bara mjög vel. Þú ert upp á skjá? Hæ? Það segir engi, þau eru að fara að ná sér í kaffi. Ok, gott. Hérna, ef að gefa sér kannski bara svona 3 mínútur? Já, ekki mál. Cirka bát? Já, sjálfsagt. Ok, sé þið eftir smá. Ok, þá. Einar, ertu þarna? Já, það er 2 gamlega. Já, takk. Sådan. Ok. Bara gjörðu svo vel. Alveg, finnst það, kæra þakkir.
Þannig, takk fyrir að bjóða mér að flytja þetta erindi. Ég heiti Einar Ben og er einn af stofnendum og creative fígúrum á fyrirtækinu Gæðugatan. Og ég ætla að svissa þetta yfir á launhættakynningu sem ég ætla að flytja fyrir launhættakynningu. Og sko sjá hvernig það gengur hérna að kveikja á þetta streymistóti hérna, maður sjá. Þetta er svona. Er þetta komið? Sjáum við hérna kynninguna? Já, þetta er komið. Ok, flott. Er það styrka? Já. Allt virkar? Já, flott. Er allt í góðu standi? Já, það kom upp Tjarnargatan. Já, ok, flott, þá bara byrjum við þetta. Ok. Hérna er smá svona introduction fyrir við erum. Tjarnargatan er í rauninni framleiðslustofa. Þetta er fyrirtæki sem var stofnað árið 2011 og þá fyrst og fremst í að framleiða efni og höfum við leiðir til því að segja sögur og skapa auglýsingar og í rauninni bara miðla skilaboðum á margar mismunandi máta. Og höfum undanfarin ár sem rankað sem leiðandi framleiðslu fyrirtæki sem þetta gaf út núna 2017 og 2018. Og undanfarin ár þá höfum við að sama skapi rankað svo ofar og ofar sem mælingum hjá MMR sem er gert fyrir IMARK yfir bestu auglýsingastöðum landsins. Þannig að við höfum svona séð okkur leik á borði og kallað okkur þessu upprunalega nafni sem heitir framleiðslustofa. Og það sem við gerum, og ég ætla aðeins að útskýra hérna fyrir því að þess að ég tek eitt verkefni sem er búið að spanna núna 4 að verða 5 ár og rauninni byggir bara á notkun og nýjum myndum, árið sögu, þetta sögu og nýja miðla til þekklungs, er semst að það er við gerum hverju kynni, er í rauninni bara mjög einfalt. Það er það að við leggjum upp með eitthvað markmið, hvort sem það er í formi spilana, formi breyta viðformum, auka sölu, auka vitund á vörumerkjum, hvernig sem það er. Að þá segjum við í rauninni og undirstrykkum alltaf að okkar value proposition er þetta, það er bara hámark hverja krónu sem sett er í markaðsmálinn eða framleiðsluna verkefni hverju sinni, því að í rauninni við vitum að kostar pening það sem setur í verkefni, hvort það er í framleiðslu á kynningarefni eða VR eða AR eða rauninni bara markaðsmálum, það á að skila einhverjum auknum krónum tilbaka, annars er betra í rauninni að sleppja eða leggja stað í slíkt ferli. Og hvernig við gerum það og er að mínum mati mjög auðvelt en samt sem að það er flókið í senn. Það er að segja að við teljum okkur vera sérfræðing í því að finna þannig svona snertiflöt á milli þess sem að fyrirtæki og vörumerki vilja segja og þess sem fólk raunverulega hefur áhuga á að heyra. Og aftur, þetta kann að hljóma eins og mjög svona, mjög auðveldur punktur til að finna, en það er bara okkar raun seinustu 9 árin er að þetta er alls ekki svo einfalt. En með því að fara óhefðbundnar, jafnt sem hefðbundnar leiðir, það er að segja byggja á þessum góðum punktum þegar maður voru yfir eitthvað á mikilvægt þess að segja góða sögur og storytelling og í rauninni ég er algjörlega sammála flestum sem það kom fram en að sama skapi þá er svo mikilvægt að einvinkla alla nýjustu tækni og nýjustu tól og til að mynda þá höfum við á þessum 9 árum verið fyrst til að nota alls konar bakenda hjá Facebook og Instagram til að gera auglýsingar gagnvirkar. Við erum fyrsta fyrirtæki í Íslandi til þess að tengja saman auglýsingu í tölvu við síma eða skjaldtölvu þannig að þú fær aðra upplifun og þú parar tækjum saman. Við erum fyrsta fyrirtæki til að nota SMS í rauntíma eða símtal út úr auglýsingu sem við sýnum hérna eftir. Sömulegis fyrsta fyrirtæki til að nota gervigreind í að velja sögulínu og sömulegis fyrsta til að nota VR í íslenskum auglýsingum. Og í rauninni má segja sig svo að í rauninni fortíðin eins og hún var í þessu auglýsingalandi, ég leiði að segja það, þá byrjum við náttúrulega bara upp á því að
nýta þessa hefðbundnu miðla og síðan í rauninni var svona internetinu og öllum nýstárlegu skeytt þar ofan á, þannig að þegar varst búin að dekka fyrir prentútvarp og sjónvarp, þá allt í einu var svona það sem eftir stóð í tíma og peningum, það var sett í að setja þetta á internetið, samfélagsmiðla og síðan þá allra aftast kom einhver ný tæki og tól eða ný tækninýjungar. En við höfum til dæmis unnið eftir þeirri möndru að við horfum á þetta einu svona bottom up, þar að segja við byrjum á því að horfa á netmiðla, við byrjum á að horfa á samfélagsmiðla, en byggjum síðan ofan á þann góða grunn prent, sjónvarp, útvarp, því að við erum engin einn miðill til þess fattur að ná til allra alltaf allstaðar, því að þetta alltaf mismunandi myndir. Ástæðan fyrir ég nefni þetta að í rauninni og sér allt sem svo að eins fyrir og við erum að tækni nýjungum, þá samt svona ágætt að minnast á svona 80-20 regluna. Það að segja að fyrirtæki eiga kannski að byrja á því áður en það ástæða peningum í að fjárfesta of mikið í kannski að mínum mati ef ég á hrunskilin í AR og VR-tækni og alls konar nýsköpun að byrja á að taka garðin sinni gegn það sem kannski auðveldur að gera og fleiri hafa gert. Það að segja að setja sér upp góða markaðsstefnu, vera virk á samfélagsmiðlum, vera með efni til þess að deila og bæði í netpópulsmiðlum og digital care og öllu þessu. Síðan smyrja upp á þessum byggja síðan ofan á þann grunn, en þegar sá grunnur hins vegar komið, þegar að sá markaður mettur, til dæmis eins og mikið til hefur verið í ferðaþjónustunni, þar sem hefur verið mikið samkeppni, að þá ekki lengur nóg að vera bara duglegur á Instagram og duglegur á Facebook, þá þarf að fara að gera þá þarf að gera meira og það fyrstundastöð. Markaður fer alltaf lengra og lengra, það koma ný tæki og tól og ég djóka náttúrulega að pabbi minn verkfræðingur og mjög góður starffræði sem ég alls ekki, að ég öfunda náttúrulega að þetta eru faktorar og breytur sem eru stafnar eða svona frekar, þú veist að allir þeir eru tveir, en í okkar bónsat í verra miður að það þó að grunnlistinni að stiga sögur og grunnlistinni að hanna og allt svona ákveðin element skiptist tímans tón, að þá statt og stöðulega að hamra á okkur með nýjum uppvæstum, nýjum breytingum. Það eitthvað nýtt sem kemur inn á þennan miðil og umhverfið verður alltaf flóknar. Og ég heyrði góða sögu frá gott kvót frá manni sem vann hjá mig sem heit Stein Simonsen sem creative director á stóð í Noregi núna sem heitir Anorak. Og hann kom með þessar góðu og fleiri setningum að markaðsmál og þá sérstaklega tækni og nýmiðlar væru aldrei jafn hægir og akkúrat í dag. Og ég náttúrulega hlófa þess og spurði hvað var hann algjörlega galinn, en þá byrjaði mér á það að það væri nú bara einfaldlega þannig að það væri mjög niðurdrifandi staðreynd því að í dag væri hraðinn á öllu sem snýr að netmiðlum, samfélagsmiðlum, bara á tækni, að hún miklu hægari en hún verður eftir 1 ár, 2 ár, 5 ár eða 10 ár. Og með það að leiðarljósi hvað allt breytist hratt og hvað allt bara oft leiðinfæri á einhverjum ljóshraða, að þá ætlum ég að fara í gegnum eitt verkefni sem ég finnst kjarna þessa hugsun og vera fyrr svona vendpunktur í þessu hversu, þú getur sagt, söguna eða með nýrri tækni hverju sinni og það verkefni sem heitir Höldum Fókus sem við höfum gert núna ítrekkað fyrir Samgöngustofu með geysilega góðum árangri. Verkefni hefur hlotið tilnefningar og verðlaun á Íslandi, Noregi, Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum og hluta til höfum við unnað þannig að við höfum gert grunninn hérna heim og hefum við endurselt hluta af kóða eða hluta af tækni til dæmis Noregs og erum núna að vinna í að koma inn til Belgíu og þetta eru sem sagt 5 verkefni sem heitir Þín ykkur ef ég hef tíma til. Mér skildi ekki að hefna aðeins meiri korti þannig að ég bara búinn að láta taka hárblásnál og tala endalaust. Þannig að ég ætla að taka einn á fyrsta verkefnið. Heyrðu ekki alveg vel allt í orðið? Geturðu talað aðeins hærra? Fyrsta verkefni sem ég ætla að sýna ykkur fyrsta Höldum Fókus-verkefnið og svona áður en ég fer í lítið samanbundna vídeó að þá
þá fannst mér vert að benda sem þetta árangurinn á því ágæta verkefni var semsagt að áður en farið verið þetta verkefni til árið 2013 þá voru 22% ungra ökumanna sem notuðu síma undir stýri oft eða mjög oft. 6 mánuðum eftir herferðina þá var þessi tala komin yfir í 8%. Þannig að það má með sannlega segja að við höfum bæði sparað tryggingafélögunum tonnarpeningum og mögulega bjargað lífi eða tveimur, allan að bjarga fólki frá því að lenda í einhverjum óhöppum. Og það sem við gerðum þarna var að við byggðum til heimasíðu og það sem fólk gat komið inn á, það gaf símanúmerið sitt og tengdist með Facebook. Og saman þetta víkur með þetta sýningur að það reyndar á ensku og miðað af verkefni sem ég gerði líka endurgerðum verkefni byggðum því góða grunni sem ég gerði á Íslandi og seldum hann til Noreg. Þannig að þið afsakið að þarna erum við að vísa í norska grunni sem stemmar ekki alveg það sem ég segi hérna en bara ég fann ekki gamalkennan á íslenska vídeóinu fyrst að þannig ég ætla að láta það duga að sýna ykkur það bara svona að undirstrika hvað gerðum og hvernig þessi tækni virkaði. Sjá hvað það spilist. Mange tenker nok at det der skjer med at det er et problem. For 7 år siden ble prosjektet fra universitetsskolen. 350 000 nordmenn innrømmer at de leser og skriver på mobilen mens de kjører bil. Drivers distracted by their mobile phones is an increasing problem in Norway. Together with Norway's largest traffic safety organization, Trip Traffic, the insurance company Gjensidige wanted to Einar. Það vantar hljóðið á þetta. Spurning hvort þú prófar að tengjast aftur. Nei, það er ekki það manna. Ok. Já. Hvað segirðu? Já, það er eins og sé eitthvað flögt á netinu. Já. Og gallinu það er ég heitin bara þá get ekki spila vídeo en ég verða að hafa. Nú heyrist ekkert í þér. Þú voru að vera með heyrnartólin. Svona, virkar núna? Já, virkar. Ok, heyrist þið mér núna? Já. Ok, flott, heyrðu, þá ætlum ég bara að reyna einu sinni, en þú kannski ennþá stoppum upp og veist ekkert eða þetta fer í eitthvað grill. Já.
það ekki? Ok. Og sjá. Þá ætlum ég að deila hérna aftur skjánum. Ok, kemur það að sjá skjánum mér? Já. Ok, flott. En Einar, þú getur ítt á hide þarna, í staðinn fyrir ítt á stop sharing, ítt á hide. Ekki? Ok, kemur það þá að sjá einhvern veginn á skjánum? Já. Ok, brilliant. Sérst í næsta, sem við erum í grunni það sem við gerðum í þessu verkefni, ef það skiptist ekki alveg heist nógu vel, var það að þú settir inn SMS og settir inn númerið þitt og þið var búið að tengjast með Facebook-akkantinu þínu. Það sem gerðist var það að auglýsingin byrjaði og til að byggja svona tengingu við þann sem í auglýsingunni, þá byrjar síminn með því að viðkomandi slökunsumast með stelpar sem þau bílinn og hún sendir þér SMS, þú fær SMS-ið í rauntíma meðan þú horfa á auglýsinguna. Síðan meðan hún að keyra þá að flikka í gegnum Facebook og skoða myndir og hún að skoða myndir af þér. Og þá höfum við þarna aftur eins og við hefum á með gott storytelling, það er að byggja tengsl við höfuðpersónuna. Og þá skiptir ekki máli hvort þú tengir við að segja mögulegt barnabarn, frænku, kærustu eða hvað sem er. Það er bara þessi manneskja þekkir þig, hún er að senda þér SMS, hún er að skoða þína myndir, svo hringir hún í þig og þá stoppar skjárinn allir svart og síminn hringir í rauntíma og til þess að fá endinn á sögunni, eitthvað þarf þú að svara í símann þar sem þú heyrir, hljóðheyrir úr auglýsingunni, ekki lengur tölvunni, þetta í símanum og svo mörg sér samtenging úr símanum og tölvunni saman og þú upplifir þetta frá svona þeim bæði að vera að hlusta á það sem gerist fyrir stelpum og þar sem þú upplifir komandi að horfandi auglýsingunni úr gerði. Mjög skemmtilegt. Tveimur árum hérna, þá byggum við til verkefni sem vakti mikla athygli og við keppum til bandarísku herinn og Adidas bestu notkun á Snapchat í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi. Og það sem við gerðum var í rauninni þetta hér og ég ætla að vona að hljóðið skilur með þessu vídeói. Sjá. Svaka film, ég hef svaka film. Ég svanga þig, djúpt inn í klubbu, ég kafa þig. Jaman tjej, amale. Allt fræðilega ekki vera líka, motherfucker, ég út að gera hann í mist. Drikkir og cannabis, valdi við, ekki kaldur mig. Ég var bara flott þess að Snapchat, til þess að síma fólki að það stóð hættulegt að vera ekki með fullan fókus þegar maður er að akka búið. Það gerir þetta margir, það er að keyra á í símanum. Mér langar að segja, ég ekki heima, ég hef notið símanum til stíl. Ég hef ekki séð á rúmi, þetta er ósjö. Mamma mitt mæla mig, ég er orðið svo hægt. Ég vona að koma með, og þú veist að það er með skoða og rúða. Fara til hörpu, smingu, hægir, kontor og þá er þessi hótt. Maður hefur gert alltaf sjálf, sko. Ég held ég verða að þetta. Það er ekki snið. Þú þarf alltaf fókus. Höldum fókus. Höldum fókus.
sem við sem sagt gerðum þarna í rauninni var að við vorum að segja sömu söguna með annarri tækni og þarna var árið 2014, frekar en 13 og þarna var Snapchat svona sá miðill sem var hvað mest að vaxa og réð ríkjum hjá yngri kynslóðinni en við tækjum þess þannig að við fengum alla þessa Snorra Björns, MC Gauta, Margrét Erlu, Mopp og Berglind Festival sem öll voru með nokkuð diggan fylgjendahóp á Snapchat og þau í rauninni við sviðsettum bílslýsið á þeirra miðlum, þar að segja að þau fengum bara að láta svona allra nánustu vita að það myndi eitthvað gerast. Svo voru þau bara sett í svona media blackout, þar að segja að þau mátti ekki svara fyrirspurnum eða neitt slíkt. Og það sem við gerðum síðan var að við tókum hvert og eitt story hjá hverjum fyrir sig og skólum því upp á YouTube sem gerði þá öllum fjölmiðlum landsins kleift á að grípa þetta, embedda þetta inn í svona digital PR, embedda inn í fréttinni hjá sér. Þannig að kannski vídeó til þess að Snorra Björns sem var með 30.000 fylgjendur og það fækst samt 10.000 spilinir bara á YouTube, bara hann. Þannig náðum við líka til fólk sem að heyrði að börsinu skipti ekkert hvað var að gerast, það var ekki að fylgja einhverjum krökkum eða áhrifaveitum á samfélagsmiðlum eða Snapchat og þá gæti einfaldlega bara séð þetta í fréttamiðlum og þannig stækkuðum við rýtsið umtalsvert. Og áfram héldum við með þetta í rauninni verkefni og hérna sem þegar við förum í þriðja verkefnið og fjórða verkefnið þá erum við rauninni með mælingar sem sýna þessi tvö verkefni saman og þannig erum við sem sagt að byggja á hamaslagurinu, það veit allir hvað verkefnið fjallar og fjallar í nokkrum símöndu stýri sem orðið í rauninni algengari slysa og banársöka í nokkurn tímann ölvunarakstur og hraðakstur. Sem sagt það að þarna þetta tímapunkti komið 71% af fólki veit hvað verkefnið Höldu fókus og hvað stendur fyrir. Og undir 43%, nánast helmingur landsmanna hafði séð Höldu fókus verkefnið og 56% þegar yfir helmingur þeirra sem að sögðust hafa séð verkefnið sögðust hafa orðið var við það mjög oft. Þannig að í rauninni undirstrykir þetta aftur að með því að segja sömu söguna, taka sama issue eða sama málefni, nýta nýja miðla og halda áfram að í rauninni bara fagna og embracea öllum breytingum og tekníkum. Það getur gefið svakalegan meðbyr í þessari markaðsbaráttu því að markaðsmálin í rauninni ekkert mikið annað en bara svona slagsmál. Þú ert að berjast á keppa móti einhverjum sem annarkvæmt í samkeppni eða með svipuð eða sambærileg skilaboð þú hverju sinni, hvort sem þú ert einkaaðili eða opinber aðili. Síðan í rauninni förum við árið 2017 að þá förum við og ríðum á vaðið með að nýta í rauninni VR og við fórum núna stundu 2 árin í samstarfi við samstarfsaðili sem heitir Stokkur og þeir bjuggu til VR app með okkur og við sköpum og gerðum fyrstu auglýsinguna sem að snýra VR. En ekki nóg með það, við vissum það að búa til auglýsingu sem væri aðgengileg í VR væri rosalega þröngur markhópur þó þetta sé alltaf að aukast og ég meina bara frá einu ára seinna eru mörg þúsund aðeins viðbótar sem hafa aðgengi að virtual reality glerum, það er gegnum PlayStation eða Android eða hvaðina. Þessum fjölda notenda, þetta verður alltaf fleiri notendur hverju sinni. En til þess að tækja þetta, þá lögðum við upp með svona 4 plan þetta árið. Þar að við byrjum á því að setja hversta bíla út bæ með stóru skilti sem stóð Höldu fókus 4 og það vorum við að byggja til grunna en við vissum að rúmlega helmingur landsmanna vissi hvað Höldu fókus var og vissi hvað málefni væri, þannig að það er svona aðeins í stakk búið, við varum bara svona eins og í sálfræðinni bara að præma það aðeins. Síðan tókum við okkur til og við höfum ekki bara nóg með það við verðum að taka algjört VR þar sem við erum búin til veltu í bíl, það gafst fólki kostur að koma inn í alveg veltubíl, setja á sig VR-gleraugun og noise cancelling heyrnartól og bíllinn veltur í sittri veltuna yfirlýsingunni.
Þannig að þú ert í rauninni að fá algjörlega immersive upplifun. Þannig að þú ert ekki bara að grilla á þig niður þegar eitthvað hreyfist, það er verið að snúa þar á hvolf í alvörunni. Og síðan fengum við alls konar áhrifavalda til að pröfa þetta aðeins að vita hvað þeir voru að gera. Þannig að við bara blindfolduðum og leiddi þau og tókum upp upplifun þeirra og fengum forsetan og alls konar fínt fólk til að pröfa þetta og úrvarð í rauninni þetta skemmtilega verkefni sem ég ætla að sýna ykkur hérna næst. Forseti Íslands fór eina ferð í Vesturbyggðum og hafði þetta að segja. Þetta var mjög áhrifamikið og kemur skilaboðunum mjög vel framfæri. Þetta var svakalegt. Ég var sjokk, ég bara sér hvað gerðist. Og það sem við gerðum síðan var það að við tókum í ofanálag þessar auglýsingar og út af því þú ert búin að búa til nýjar efni þá ertu komið með efni sem er mjög auðvelt að nota í allt sem heitir 360 gráður eins og að fara með yfir einhverju öll í dag. Það sem við gerðum hérna var að við fengum lögregluna í Reykjavík til að hlaða upp bælum sem er í rauninni, þetta er bara eiga veit á Facebook, þetta er á Facebook síðu hjá lögreglunni. Og við byggum til alls konar teaser og trailer og kynna það og gæti komið í Smáralind til þess að gæti pröfa veltubílinn. Ég ætla að leiða ykkur að sjá hvað það kemur út svona hérna. Þú er netið eitthvað slíkandi. Þetta er ekki virkað eins og það laggar bara þegar við erum sendi þetta í til eitthvað svona. En það sem við gerðum þarna var að við hlóðum þessu bara upp hjá Facebook síðu lögreglunnar og þeir hlóðu þessu upp á Facebook síðuna sína. Þarna gafst á fólki og það voru hartnær 24.000 mann sem horfði á þetta þar og pröfuðu að eiga við efnið og horfa til hliðar og vinstri og hægri og þetta er hérna í 4K upplausn en ég get pröfaði þetta og ég get fengið eitthvað slóðina hjá Sveinbjörgu eftir. Og það er bara afturlega undirstrykka það að þegar það er farið í að dýra hlutfestingu og vinna eitthvað sem er fyrir sýndarveruleika að nýta allt svona inn á samfélagsmiðlunum og nýta þetta alveg í húð og hár. Og að lokum þá ætla ég að sýna ykkur hérna eitt síðasta verkefnið og það er nýjasta verkefnið þar sem við beiðum á Instagram API og Google gerðigreind. Það er að segja að við fengum undanþágu, við náðum að fá þetta verkefni með stokk aftur og við byggum til í 9 auglýsingaherferðir og það byggja allir á því að þitt eigið sjálf, óháð net sjálf, óháð því hvað gamall eða gömul eða hvort þið barn eða börn eða einsleikur eða í sambandi öll erum við misjöfn, við gerum misjöfn hluti, okkur finnst misjöfn hluti skemmtilegir og því eðli málsins samkvæmt mismunandi sögur sem koma skilaboðunum til skila.
Það er að segja einhver sem einhleypur og alltaf á djamminu með vinnu sínum, hann kannski ekki tengið jafn sterkt við svona áróður sem snýr að mikilvægt þess að passa sig út af börnunum sínum að passa börnin sín. En einhver sem með nýfætt barn eða á börn, hann tengir betur við fjölskyldaboð en að passa vinnu sína á djamminu í bæ. Þannig að þetta snýst alltaf það að aftur, að góð saga í rauninni hart ekkert ef hún ekki sett með fram augun á réttum markum. Þannig að það skiptir náttúrulega lykilatriði því að það eru í sérstaklega þessu umhverfi sem stanslaus samkeppni að þetta hafa rétta hópina á að horfa á ölsökunum hverju sinni. Og það sem við gerðum var semst að, ég ætla bara að fara með ykkur í gegnum vefinn, maður sjá. Sjáu þið myndin hjá mér? Já. Heyrið stíminn og sjáu þið vefinn? Jú, við sjáum vefinn. Ok, flott. Sem sagt, flott. Þannig að ég náttúrulega bara tengist þetta vefn. Þetta bara tekið öll farið á höldufókus.is í símanum eða stöldunum eða tölvunum. Mér finnst það persónulega flottastur í síma mínum. Þið bara ýtið á tengist Instagram og þá í rauninni tengist vefinn á minn Instagram-account og maður sjá og hann tekur þetta mótið með nafni Halló Einar Ben og þá byrja að fýtast þetta nýjustu myndina mínar, nýjustu hashtaggi mín og hún fer gegnum núna myndinar og við erum að nota fyrirbæri sem heitir Google Visual API sem að getur greint hvað á myndum, þetta meira sem getur að greint tilfinningar, hversu hamingjusamt fólk á myndum og þarna til dæmis dæmi hún það að þessa myndi sem ég að pósta mestmegnis af vinum og fjölskyldum. Þess vegna fæ ég sögulínu sem snýr að fjölskyldum. Og þar ég bara hvattur til þess að velja þá sögulínu. Þannig að það sem ég rauninni gerum þarna rauninni bara þarna verið að setja sér bæði náttúrulega dögum línum sem best hentar þér hverju sinni sem og að það verið að nýta myndir frá þér til að styrkja áhrifin á fjölskyldunni þannig að þú tengir við flashbackinu og myndinni sem að poppa þarna upp og síðan á sem getur valið fleiri sögulínur og skoðað aðra sögur ef því er að skipta. Og þetta voru svo þau verkefni sem ég vildi fara með ykkur í gegnum en svona til að slá botnin í þetta hjá mér þá finnst mér samt sem maður kannski ágætt að benda á það að þó tækninni fleiti hart fram að þá er það búin nokkuð 400 bílum síðan 1700 og þeir eru ekki ennþá komnir
Þannig að þó að þetta sé statt og stöðugt að breytast, þá eru hrunir hlutir sem gerast hratt en aðrir hlutir sem gerast hægt. Og mér finnst ágætt að benda til þess að á þetta hérna sem var núna að koma okkar 19. í síðustu viku, þessar nýjungar til þess bara hjá Facebook. Bara ég tek það bara sem dæmi út því að þeir eru hvað stærsta hóp notenda, klálega mitt eftir markkópum myndum við vitum, en þetta er stærsti miðillinn og langt sterkasti og það eiga náttúrulega fleiri miðla undir sínum hatti eins og Instagram og fleiri, er að til dæmis hérna þeir komið með í rauntíma, þú veist að segja sögur og segja eins og þetta vinstri sem polls ads in Facebook, að þá getur verið að spila vídeo en þú getur verið að kalla eftir snöggum og skoðum við fólki í rauntíma. Það er að segja, ég er hérna með þetta vídeo og ég get spurt, hérna notar við mjölk í kaffið og svo sjáum við einhvern veginn að sutta mjölk í kaffið og þá bara sjáum við já eða nei. Þannig að þú ert strax farin að gefa það upplýsingar sem hægt að nota til þess að betrumbæta birtingar. En síðast þú ert farin að ekka og þú ert í samtíðum í brandið, þá er auðvitað máta og hægt er. Og hérna til hægri eftir með eitthvað sem heitir Augmented Reality Ads sem að mér finnst persónulega mjög skemmtilega fyrirbæri. Og þetta er sem sagt hérna mjög skemmtilegt, þarna var þetta að vera að selja sem sagt hvað heitir þetta, varaluti. En það er fleiri dæmi, til dæmis eins og vörumerkið Michael Kors sem að flest af ykkur ekki má þekkja. Hérna er með þess auglýsingar sem að birtast í newsfeedinu hjá fólki. Og í staðinn fyrir að vera bara með hefðbundna auglýsingu þar sem þú sér í rauninni myndilegt fólk með flott gleraugu og í einhverju fullkomnum heimi, að þá getur þú snert á þessa konu, þá ræsir þú myndavélina sem í rauninni hjá þér, þannig að þú getur máta þessi non-amateurs gleraugu og ekki nóg með það, þá getur þú tvíkað þau til. Þú valið litina og þú getur spyr aftur hvernig þessi gleraugu birtast á þínu hugulagi í réttri stærð út frá þínu andliti. Og síðan til að loka þessum hringa þá getur þú einfaldlega bara ítt að sjókna á, þannig að þú veist í rauninni af hverju Augmented Reality að þegar þú komið í það að þú ert að bæta einhverju við og þarna er sannarlega verið að bæta í kaupferli þess að þú getur nánast séð hvernig þau passa á því í alvörunni og að vera nú draumur þurfi ekki bara út og máta föt og skó og gleraugu og geta bara keypt allt saman í símanum. Við séum flest saman það. Til að stoppa okkur í þetta að þá finnst mér samt sem hafði verið vert að nefna það að þetta hérna er fyrstu Augmented Reality verkefni sem var komið í heiminum. Gæti einhver giska hvað á þetta kann að vera? Þetta eru sem sagt Augmented Reality gleraugu sem að virkum. Ekki alveg svo gott, þetta er 1968. Þannig að þið sjáið að þú veist, þó svo að stundum er tækni sem er notuð á skapandi máta og notuð á nýstrannan hátt. Hún þarf ekki alltaf að vera spá ný, því að fyrirtæki bara eins og Apple, það var náttúrulega sem þeir kóngaði því að stela, fá svona lána það, fá lánaðar hugmyndir og tækni sem aðrir hafa kannski fundið upp og leyft sem öðrum strikla og sparka í að þróa og gera notendavæna og þá allt inn er tróðið í mainstream og þá er hægt að nota því þá er almenningur, bara flestir, komið með græði tól til þess að geta tekist á við þessa miðla og það er svolítið þessi saga með VR-ið og AR-ið og 360 gráður og þetta þó þetta hafi byrjað fyrir mörgum árum síðan að þá erum við kannski bara núna síðan 2-3 árum, ég vil segja ekki bara þessu og síðasta ári almennilega búin til þess að nýta þessa tækni inn í mainstream markaðingu. Það er að segja að þetta er ekki bara einhverjir aðeins sem hafa rosalega áhuga á sýndarveruleika eða Augmented Reality, heldur bara Jón og Nonni, þú veist, einhvers staðar upp í bæ, því þau eiga bara Samsung Glasses eða Oculus Glasses eða hvernig sem er, eða hérna bara hafa fengið Google Cardboard sem kostar $1,50. Þú veist að þetta er orðið svo miklu meðferðilegra og hægt að nýta þessa hluti á svo ótrúlega skapandi og skemmtilega máta. Þannig að ég læt hér við staðanumur og hérna voni ég sé ekki með að kjafta alla í kafu og ég sé ekki komið langt umfram í tíman. Einar, Já. ég ætla bara að athuga hvort það sé einhverjar spurningar.
Já, sjálfsagt. Einhver? Nei. Herði, þá þakkum við bara kærlega fyrir. Heyrðu, sjálfsagt mál, bara takk kærlega fyrir mig. Heyrjumst síðar. Ok, Bye bye. Þá það síðasta erindið. Þetta fá hérna þau frá Matís, Holly og Hjört til þess að koma sér fyrir. Og sjáðu það losnáinn? Þó svo þetta séðan eða? Góðan dag. Það vonast ég að ég tala á ensku. Hún Holly hérna, hún frá Bandaríkjunum, hún að læra íslensku. Það alltaf að koma hjá henni. Þannig ég Hörður, þetta Holly, við erum frá Matís, and I'll switch to English because I'm only here to really very briefly introduce EIT Food, which you can see behind Holly. So EIT Food is actually a humongous program funded by Horizon 2020, which is the European funding system that Iceland pays into, for example. And Matís is a founding member of EIT Food. It has a membership of about 55 companies, universities, institutes, really top line companies, institutes, and universities all over Europe, but we also have 70 startups. And over the next 7 years, the goal of EIT Food is really to transform the food system in Europe and bring it to the next level, basically. So EIT Food is now funding 10 projects at Matís. Next year we'll have 18 projects, and one of the projects that we have with EIT Food is a project called Future Kitchen, where we're actually using virtual reality to connect the consumer to the food system. And this year we're going to create 7 videos, right Holly? Or 8 videos, I guess. 6 of those would be virtual reality videos. Sorry, 4 would be virtual reality videos, and 2 of them are actually taped here in Iceland. One of them in a seafood setting and another one in a greenhouse setting. And then Holly is going to tell you about the project, tell you about the kind of, I guess, the marketing concept of the project and what we're trying to accomplish. And then back there we have Árni. Árni has actually been creating most of the VR videos with us. Árni lives in Hólar in Hjaltadal, right, Árni? And back there I think we have even more goggles and people in the room, so you'll have an opportunity to actually go and experience these amazing videos that Árni has made with us. So, Holly. You're going to put is the presentation? Hi, nice to meet you. Thanks for tolerating English. So while she's loading the presentation, so Future Kitchen is basically an infotainment platform. And like all of us are trying to do, we're trying to speak to the public and we are trying to better relate to the consumer. And so basically it's, again, infotainment or edutainment. So we are using a variety of videos, VR, 2D, as well as animation to get the consumer, specifically the millennials and the I generation, to connect to food from an origin perspective, sustainability perspective, but really just become more excited about technology and how it really intersects with everything we do today, specifically in the case of this project, food. I think I have to scroll up, sorry. Yeah, but do you want to have it as a slide? I can also put it up like that.
This is okay, if it's fine. Yeah. So we're really trying to empower the younger generations to make a change, but also to identify better with what we are all trying to do is speak to them with transparency, talking to them about how we can be better, how the things that we are doing on the market and in our campaigns can better relate to the consumers, so that we aren't selling to them, we are really relating to them. So like I said, we're relating to the millennials and the I generation in Europe. However, we have had very long lines at events and also in focus groups where we have people from 5 years old or younger who can barely fit into the VR goggles to people well above 50 that are getting very excited about these videos. So one of the reasons for this project is Matisse had been working with virtual reality and actually with Arne, who's with Odd Films, a while ago, and we thought, why can't we build on that? I myself, I'm sure all of you thought this when you were younger, is, wow, I wish I could have taken a virtual reality tour of a processing facility, or wow, I had no idea I could experience a car crash or a car tumbling. Maybe that would make me think twice about the career I pick, such as in food technology, or don't use your phone while you're driving. So this is what this project is about, get people really connected. Our core values: entertain, inspire, sustainability, really empower the consumer. And this stuff is supposed to be fun. It's serious, it's relating to the consumer on a food level, but at the end of the day, if it's not fun, you're not going to reach the younger generations. So, like we are all here today doing, is leveraging technology. And that is our main vehicle for this project. Not only are we using VR to capture an immersive experience for these younger generations, but we are also, as Hoder mentioned, we are working with startups that are working with robotics. They're processing new plant proteins from algae. We have future kitchen tech devices such as the 3D food printer, and they call it the Plant Cube. It's basically a vertical farming device that basically lives in your kitchen. So it's really exciting. So with this project, again, like I mentioned, where is the fun in what we're doing? So we never want to lose track of this. And how is technology fusing with food? That always needs to also be another key aspect. And we are exposing unique content. These are videos that have never been created before. And again, they have an essence of transparency. To really get to the consumer today, it can't seem like you're selling it. You really have to make it feel like they're in it. So that's what we're doing. And we are creating a narrative and a story through these videos. So, how do we further get the consumers more immersed in this project and in these videos? We are extremely consistent with the stamp. It's actually supposed to imitate beehives in nature. And then with the shapes, again, same idea. But then even it comes down to the font. Everything we've chosen is meant to reflect technology and how it fuses into your life and what you're consuming on a daily basis. It
also emphasizes technology, exclusivity, smart, and also we aren't in the augmented reality space, but you know, that sense of gaming and fun. And to really emphasize, this is a project that is powered by EIT Food, which is then powered by Horizon 2020. And so again, everything is consistent and really feeds into the idea of how we should better connect to our food. So the VR videos, there's 4. The tomato experience, which actually we filmed in Kvaragedi. And then we also have sustainable seafood, 3D printed. So, and you'll get to experience these videos today. You can actually be in a food processing facility, specifically for seafood, and then you can actually be inside a 3D food printer while it prints sustainable seafood products from matningur, or basically trimmings from fish and seafood. We also have a Beyond Bread video where we're really trying to educate the consumer about food waste, but specifically one of the biggest food waste categories, which is bread. I had no idea. Arne can definitely tell you, I mean, we've learned so much from all of this going into it, so this is very exciting. And then again, the vertical farming device, which is what they call a plant cube. You can grow your own greens. And we have been working in Europe because it's more convenient with some other VR specialists, but for us it's very exciting that we can really communicate what Iceland can offer in a virtual reality immersive experience. There's a lot in Iceland, and I very much appreciate all of the technologies that develop here, and a lot of people just don't understand the aspects of sustainability that Iceland really holds. We also have a 2D video that shows how a chef, Icelandic chef, prints a sustainable seafood dish in a kitchen with a 3D food printer. So that's pretty fun. And then we will have some animated videos that really speak to the younger generations in a format that's more contemporary. It's not a typical infotainment animation, if you will. We're really throwing in some contemporary aspects, such as pop-ups that you see on cell phones and things like this. So throughout all of this, we have teasers that are basically clips from the VR videos. We have pictures that reflect the VR shots, which people really like. We also have a press kit that we send to newspapers for people that if they want to publish things online, so that things are very consistent. And as I mentioned, this is a project that's funded by EIT Food and Horizon 2020, but specifically, the Future Kitchen's home online is with Food Unfolded. And this is also an EIT Food project. So it's very exciting that all of these projects with EIT and Horizon 20 can really fuse together. And I know that's what we're trying to do today, is how can we put all this information together and be smarter about it. And so this website, not only does it have videos, but it has stories. It has info regarding, how do you harvest plant proteins, to what's sustainable, what's not. And one of the stories that will come out, actually, will be on the Future Kitchen as well. Instagram is our key touch point to really expose the visual and the immersiveness of this project. We also have
We have a total of 7 partners this year. Ideally, this project will go on to next year, and it will have over 12 partners. And so there's a lot of consistent communication, again, with the press kit we've developed, so that there is communication that doesn't get lost and everything's moving smoothly. But we do use the partners, Facebook, Twitter, etc. And media is a big part of this, as well as partner influencers. Events and focus groups, those really help us learn about consumers, what they like, what they don't like, how can we better reach them regarding food, sustainability, origin, their questions about what they have regarding food, but also we have a lot of events. So there's Science Night coming up in Iceland, but also in Europe. For instance, in Poland, they get 26,000 visitors, and this is going to be featured there, and people can see these videos. And again, I mentioned Instagram. We use, basically it's a stepwise communication platform. Well, we'll use a picture post or an animated picture post, and then we build on that with a trailer, and then finally we launch the video on Food Unfolded. So there's a lead up and excitement to this. We also do, again, we showcase these videos, and we have surveys that you can just get a link, and people will tell you what they thought. It was scary at first, because these are transparent videos, but they have an artistic flair as well. But they also have to be educational. So we have not had any basically negative reviews. If you had a scale from 1 to 5, we actually have a sliding scale. We have gotten 3 or above. From 1, I absolutely don't like this, to 5, wow, this is amazing. It's very different. We have focus groups and events in Spain, in the United Kingdom, obviously in Iceland. We've done it throughout Europe, and it's been getting very, very good feedback. And the most important thing is, and the question always is, did you learn something? And a majority of the time, I'd say 100% of the time, people learn something from this. So that's very exciting. That means we're reaching them. You want a PR campaign to reach your target market. So we're excited that this is working. Always room for improvement, though, obviously. We definitely use banners, but we really want to try to capture nature and where our food comes from, which is why we use the tomato backdrop, which everybody has some pride about, because this comes from Iceland. And of course, we do have merchandise and things that, such as bags, that can help people go home and realize, yeah, that was a great experience. I want to go online and I want to look at more. Articles are also a big thing. I can't remember exactly how you learned about this, but through the media and articles, and also people sharing, it's amazing the web of influence that we can create. So we have KPIs for our project, which is very important, or key performance indicators, and one of those is press. And I think that's a good practice for all campaigns that people are trying to implement, because it really forces people out of their comfort zone. We have institutions, universities, again, we have startups, and some are more comfortable than others doing this, but now we have people being interviewed via radio, they're on TV, again, we're getting press articles, so this is becoming a campaign that has a
very complex communication network that's consistent. And I talked about metrics. These are just some, but getting to events, the media coverage, social media mentions, impressions. I mean, we do have to advertise a little bit for this too. We have to put in some money for that. And the consumer engagement ratio, etc. So that's the quick presentation, but the really important piece of the pie is the videos. So, Anu, you want to come up? And maybe he'll just describe what we're going to do, but he's got a really nice setup so that you guys can all enjoy the videos, I guess together, right? Or separately, whatever? Okay. So in the back, we've got VR videos. We do have 2 of the videos that are launched on Food Unfolded featured in there. And then Arnie can also show you around in the goggles so you can get familiar with them. So really appreciate this. If you have any questions, great. But this is a wonderful experience to be here. We've learned a lot, and there's a lot more improvement. There was definitely a learning curve with all of this. Working on this project, but also connecting with Food Unfolded, because we could create drafts of these VR videos, and then we'd need to get them to edit it, and sometimes it was a lot of back and forth. But then once you get accustomed to the style and things that are approved and that aren't approved, things get a little faster. So, thank you. Can I ask you? Yeah. With the tomato video. Yeah. Like, I'm just wondering, how did it come about? Like, did you have gardeners or like people who own the greenhouses? Or like, why did you go into this? Yeah. So, to be honest, so I'm the project manager, and I probably see Iceland a little differently than perhaps Icelanders. So I was amazed by the horticulture here, especially even in the winter. The tomatoes, I was like, wow, they're growing tomatoes here in the middle of winter. Wow. So I thought, okay, that definitely needs to be featured. And Icelanders are for sure going to appreciate this. So we did approach some local horticulturists that are running businesses, but it didn't work out. We had to have several, we had to have plan A, B, and C for shooting, basically. But it's also just a great thing to connect to a tomato. I mean, when I go pick a tomato from the grocery store, I'm not necessarily thinking, how did it grow? Where did it come from? What does it taste like? I myself have become very partial to Icelandic tomatoes because of the taste. And they taste that way because of how they're grown here versus in Europe. So I've become a bit snobby with Icelandic tomatoes. But it really came about these ideas because of the things that people really want to connect with today, which is, where did my food come from? Do they use pesticides on it? Is it good for me? What is the carbon emission like? Things like this. And then again, bread waste. And then seafood sustainability. That's huge. So that's why we really wanted to show people, how is your fish processed? And what are some future kitchen devices or technologies that people are using today to help reduce food waste? So the scripts evolved. And now we're also going to be filming some videos on seaweed. And, the wild harvesting, what that's about, and how you can cook with seaweed. Some people might know it, but some people might need a little help on how can I prepare something with something healthy. So, sorry if that was too long of an answer. No, it's okay. Thank you. Thank you.
Herðu, þá fyrir við bara að ljúka þessu hérna. Einmitt þegar lítið er eftir að rafleiðinni, já. En bara takk hérlega fyrir komuna og þið líka þeir sem eru að fylgjast með streyminu. Á næstu vikum munum við kalla frekar eftir þáttakendum í verkefnið og það er einhverju hérna búin að skrá sig á lista til þess að fá frekar fréttir af verkefninu og ef einhverjir aðrir sem eru að fylgjast með hafa á að fá frekar fréttir þá endilega hafa samband bara á sveinbjörg@ssnv.is. Annars segjum við bara lokið í dag og ég ætla að minna á heimsóknina í 1238 og við ætlum síðan aðeins að skoða þetta vídeóin sem að þau eru með. Takk kærlega.